Góðan daginn, Auður Alfa heiti ég og ég er verkefnastjóri Verðlagseftirlitsins og mig langar til að segja ykkur aðeins frá Verðlagseftirlitinu og þeim breytingum sem er að verða á því í þessum fyrirlestri. Sterkara verðlagseftirlit, meira áhrif er yfirskriftin að þessu erindi mínu. Mig langar til að byrja á að segja ykkur aðeins frá bara svona verðlagseftirlitinu í dag, hver staðan er í dag. Verðlagseftirlitið, þetta er í raun og veru flaggskip ASÍ, ef svo má segja. Þetta er sá hluti af því sem við erum að gera hérna hjá ASÍ sem við fáum hvað mest þakklæti fyrir og almenningur sýnir verðlagseftirlitinu almennt mikinn áhuga. Bæði bara með því að við sjáum það að hérna fréttir frá Verðlagseftirlitinu á heimasíðunni okkar eru mest lesnu fréttina hjá okkur og þá hérna eru neytendur líka duglegir að hringja inn og hafa samband og heyra í okkur og láta vita ef að þeim blöskrar eitthvað. Þá sjáum við það bara að fjölmiðlar, þeir eru duglegir að birta fréttir eftir okkur. Það var ekki verið erfitt hingað til að fá hérna fjölmiðla til að birta hérna fréttir frá Verðlagseftirlitinu sem segir að fólk hlýtur að vera að lesa þessar fréttir töluvert mikið. Verðlagseftirlitið er einstakt í sinni mynd. Það er að segja að þetta er ekki til í þessari mynd sem þetta er hérna á þessu landi. Þetta er ekki til annars staðar á Norðurlöndunum eða í öðrum löndum og þetta skiptir gríðarlega miklu máli hérna á Íslandi en eins og við vitum að þá er bara mjög mikil fákeppni á markaði. Við erum hérna lítil eyja á Ballarhafi og það er mikil skortur á samkeppni. Það er í mörgum geirum eru fá stór fyrirtæki sem að stýra markaðnum svolítið. Þannig að það er þannig að þetta verðlagseftirlit skiptir mjög miklu máli og við bæði finnum að neytendur þeir eru ánægðir með að fá þessar upplýsingar og þá finnum við alveg líka fyrir því að verslunareigendur eru mikið á tánum í kringum kannanir sem segir líka að þetta er aðhald. Hingað til hefur, við skulum bara byrja hérna. Nýr heimur. Mig langar aðeins að tala sem sagt miðlunina í kringum verðlagseftirlitið, hvernig við erum að miðla upplýsingum úr könnunum okkar í dag og setja það svolítið í samhengi við þær breytingar sem að hafa orðið á bara miðlun í heiminum. Í dag er staðan svo að við erum að senda át fréttatilkynningar og þetta hefur við gert náttúrulega í mörg ár og hérna sem er bara hefur gengið mjög vel og við fáum yfirleitt eins og ég nefndi hérna áður þá eru fjölmiðlar alls ekki tregir til að birta þetta og langflestir fjölmiðlar birta kannanirnar okkar og við hefum líka verið að fara í útvarpsviðtöl og einstöku sinnum komið fyrir sjónvarpi þannig að það var ekki verið neitt vandamál. Hins vegar þá erum við að horfa fram á nýjan veruleika í miðlun. Það er að athygli fólks er orðin miklu dreifðari en hún var. Við erum ekki lengur eins og vorum kannski hérna fyrir 10-20 árum að þá var fólk að horfðu allir á fréttatíman klukkan 7 og svo gat fólk spjalla saman daginn eftir fréttina. Auðvitað á þetta alveg einhverju leyti við í dag en fólk er að neita upplýsingar, fá upplýsingar frá miklu fleiri miðlum, frá fleiri stöðum. Þannig að það er orðið miklu erfiðara að ná athygli fólks. Svo er bara fullt af fólki sem að annarkvort hefur ekki lagt það í vana sinn að horfa á fréttir. Það er ekkert allir sem að horfa á, lesa eða hlusta á fréttir í útvarpi. Og þá er fólk líka í meira og meira mæli farið að farið að fá fréttir frá Facebook. Facebook er orðin mjög stór svona, hvað ég að segja, síða fyrir fréttir. Það er að segja að fólk fer á Facebook og býst við að fá svona það helsta þar kannski, það sem að fólk er að deila eða eitthvað álíka. Þannig að sumu leyti, að mörgu leyti er það orðið erfiðara að ná athygli fólks í dag en það var. Og
Og þetta eitthvað sem að verðlagseftirlit þarf að aðlaga sig að og því teljum við að verðlagseftirlitið þurfi að breytast aðeins frá því sem það hefur verið til þess að vera þátttakandi í bara nútíma upplýsingaumhverfi, ef að það má kalla það. Og þess vegna höfum við ákveðið að opna Facebook-síðu, sér Facebook-síðu fyrir verðlagseftirlitið. Tilgangurinn að ná til breiðari hóps fólks, ná til þeirra sem að annarkvort bara horfa eða fylgjast almennt ekki með fréttum og svo bara þeirra sem að missa fréttum og ég meina það kannski einhver ungt fólk og fleira sem við náum frekar til í gegnum samfélagsmiðla. En það skemmtileg staðreynd að 98% Íslendingar á Facebook og þetta eitt hæsta hlutfall í heiminum. Ég held að það sé ekki neins þar annars staðar það sem hátt hlutfall almennings á Facebook. Tilgangurinn auðvitað líka að veita meira aðhald. Það sem gerist þegar við birtum fréttir í fjölmiðlum eða þess að fjölmiðlar birta fréttir frá okkur að það það kemur það kannski þessi dagur sem við sendum fréttina út og þá töluvert fjallað þetta og það svona kemst mögulega stundum í umræðina, stundum ekki mismikið, þessar fréttir fá mismikla athygli hjá okkur. En svo bara þegar búið að birta þetta á næsta dag þá bara eitthvað annað í gangi og fólk pælir ekki meira í þessu. Með því að birta fréttir á Facebook og sponsa að þá getum við haldið fréttinni gangandi í lengri tíma og fengið meiri dreifingu á hana. Það skal samt tekið fram að við erum með þetta búin að vera að gera þetta. Við erum búin að vera að birta kannanir í nokkur ár á Facebook undir Facebook-síðu Alþýðusambandsins og það hefur bara mælst mjög vel fyrir og það einmitt þess vegna sem meðal annars þess vegna sem við viljum í raun og veru bara auka setja meiri áherslu á verðlagseftirlitið með því að opna sér Facebook-síðu fyrir það og þegar við séð að þetta verður mælst mjög vel fyrir. Við viljum líka virkja neytendur. Við höfum gert tilraunir með það á Facebook-síðu Alþýðusambandsins að pósta ábendingum frá almenningi. Við póstum til dæmis daginn strimli sem að maður kom með sem að sýndi mjög háa verðlagningu hjá einu dekkjaverkstæði úti í bæ og þannig að þetta eitthvað sem við myndum líka gera að við myndum bjóða upp á þetta að neytendur geti sendt inn ef þeir lenda í eða verða vitni að einhverju undarlegri verðlagningu eða einhverju slíku að þá geti þeir sendt inn til dæmis strimla eða eitthvað annað þyrftu að vera einhverjar sannanir auðvitað og við þurfum að móta okkur eitthvað svona verklag í kringum það auðvitað en með þessu þá erum við náttúrulega að virkja neytendur og þá verða neytendur meiri þáttakendur í eftirlitinu og með þessu við erum líka bara að auka mátt verðlagseftirlitsins af því að þessar kannanir sem við erum að framkvæma þær skipta ofboðslega miklu máli en við getum bara framkvæmt x margar kannanir. Við erum bara með ákveðinu mannafla í verðlagseftirlitinu og við myndum alltaf vilja vera að gera miklu meira og gallinn náttúrulega sá að við birtum kannski einhverja könnun og svo eins og ég segjum bara við erum að gera könnun á verði á matvöru og svo líða bara einhverja vikur og verslanir vita alveg af þessu svona sirka hversu oft við erum að gera kannanir þó við reynum auðvitað að vera sem minnst fyrirsjáanleg varðandi það að þá getum við ekki alltaf verið að gera þessar kannanir. Þannig að með því að neytendur geti sendt til okkur og við getum pósta áfram ábendingum frá þeim og strimlum og sönnunum fyrir einhverju skrýtnu verðlagi að þá það aukið aðhald á fyrirtæki. Þá eiga fyrirtæki í raun og veru
já, það eiga fyrirtækin á hættu að það verði birt eitthvað frá þeim og það kemur þeim væntanlega ekki vel ef að þeir verða uppvísir að einhverju fárlegri verðlagningu. Já, og svo er líka bara tilgangurinn að styrkja vörumerki verðlagseftirlitsins. Auðvitað það er fullt af fólki sem þekkir verðlagseftirlitið, en það eru alls ekki allir. Og við viljum í raun og veru bara að verðlagseftirlitið verði sá aðili sem fólk hugsar til í tengslu við verðlag og að fólk fari bara, ef það vill skoða eitthvað sem þetta verðlag, að það viti bara, heyrðu, ég fer bara að skoða þetta hjá verðlagseftirlitinu og að verðlagseftirlitið verður bara þekkt vörumerki hvað þetta varðar. Og við ætlum til dæmis og erum í raun og veru byrja á þeirri vinnu og þeir sjáum hluta af þessari vinnu einmitt á þessari glæru. Við erum komið með fólki að hanna fyrir okkur útlit og logo fyrir verðlagseftirlitið og ætlunin er í raun og veru, við erum alls ekki að slíta verðlagseftirlitið frá Alþýðusambandinu. Við ætlum einmitt að leggja mikla áherslu á að tengja það start við Alþýðusambandið, eins og við sjáum hérna á logoinu að þá erum við að nota, þetta eru ASI-litirnir, þessi sterkrauði og grái og svo erum við með þetta er vaffið fyrir verðlagseftirlit og svo er þetta líka tengingin við í raun og veru þetta svona checka í box og svo og svo er þetta stækkunargleri góða í kringum vaffið og eins og gleggir menn og konur sjá kannski að þá er ASI-keðjan kemur út úr stækkunarglerinu. Þannig að þetta verður allt kyrfilega merkt ASI áfram. Já, hér sjáum við til dæmis dæmi. Þetta er dæmi sem ég nefndi áðan strimilinn sem þessi maður kom með til okkar og við deildum áfram. En já, svo til að segja ykkur aðeins betur hvað verður á þessari Facebook-síðu, þá ætlum við að halda áfram að deila verðkönnunum okkar, en í skemmtilegra formi sem að fólk tekur vel eftir. Við verðum með svona heildrænt útlit á nýjum verðkönnunum með svona grípandi myndum, þannig að fólk taki alltaf eftir og tengi við, ok, þannig komið ný verðkönnun. Og þetta eru dæmi hvernig útlitið verður og bara þetta eru fyrirsagnir á könnunum sem hafa verið framkvæmdar núna á þessu ári og þarna sjáum við það raun og veru, þetta er sikkur könnunin en það er svona svipað útlit kannski, eða svona, þetta er svona heildrænt útlit þannig að planið er að verðkannanir bara fyrir þetta árið verður með svona svipuðu útliti þannig að þetta verður svona ákveðin herferð í gangi. Svo munum við mjög líklega verða með eitthvað annað útlit svo þegar við postum eitthvað öðru til dæmis fréttum eða einhverjum öðrum skrifum sem tengjast verðlagi. Og það er eitt af því sem við ætlum líka að reyna að gera meira af og það er að skrifa fréttir tengdar verðlagi og deila því og svo getum við líka bara deilt greinum og fréttum sem utan úr bæ sem tengjast verðlagi. Þannig að þetta verður alltaf einhvern veginn svona saman og á þessari síðu verðlagseftirlitsins. Þannig að það verður raun og veru svona sterkari heild en hefur verið hingað til inn á Facebook-síðu Alþýðusambandsins. Já, hérna sjáum við þetta. Svona í lokin, langtíma markmiðið er, þetta er nú kannski svolítið, hvað ég að segja, við erum kannski að taka svolítið stórt upp í okkur þarna langtíma markmiðið er að allir Íslendingar þekki verðlagseftirlitið, það er alveg rosalegt markmið en auðvitað viljum við að sem langflestir þekki verðlagseftirlitið og rekja upp stór augu þegar þeir sjá fréttir frá verðlagseftirlitinu. Og svo bara viljum við líka að verðlagsmál verði ofar í umræðinu. Við komum til með að auglýsa Facebook-síðu verðlagseftirlitsins, þessa nýju á Facebook og mögulega í öðrum miðlum, hver veit. En við þurfum líka á ykkar hjálp að halda og það var alveg frábært að þeir sem eru að
að horfa á þennan fyrirlestur myndið fylgjast með og við reynum nú að láta ykkur vita leið að við opnum þessa síðu en það verður bara núna á allra næstu vikum. Já, endilega fylgjast með og smetla einu like á síðuna þegar við setjum henni í loftið og ég hvet ykkur til að líka bjóða öðrum að like við síðuna, bjóða ykkar vinum á Facebook að like við síðuna. Því fleiri sem að like við síðuna, því meiri dreifingu og athygli fá fréttina okkar og því meira aðhald veitum við. Þannig endilega hjálpa okkur til við að gera varðlagseftirlitið þekkt á Íslandi. Og svo kannski bara til að bæta við ef að það eru einhverjar ábendingar í sambandi við þetta, ef þið hafið einhverjar hugmyndir í sambandi við verðlagseftirlitið, já bara hugmyndir að könnunum eða bara hvað sem ábendingar varðandi verðlag, endilega hafið samband bara í gegnum e-mail og senda á auðuralfa@asi.is og svo getið þið líka bara fundið símanúmerið mitt inn á ASI síðunni og ykkur velkoma að hringja mig hvenær sem Takk fyrir.